Í þessu myndbandi verður farið yfir barkaþræðingu með fingrum og löngum leiðara. Til þess þarf maður langan leiðara, barkarennu, köfsprautu og ambúbelg. Maður tekur sér stöðu við hlið sjúklings og hallar höfðinu aftur. Ég stend hægra megin í sjúklinginn, þannig ég mun nota vinstri hendina til að fara og þreifa fyrir barkalokinu. Þegar ég er búinn að finna það, þá tek ég langa leiðarann og ég passa bogniparturinn, snúi upp að höku sjúklings og ég þræði honum undir fingurnar. Þegar ég er komin rétt svo fyrir neðan barkalokið, þá aðeins gef ég smá búst upp til að það fari í barkann og ekki vélinda. Hægt er að staðfesta legu langa leiðarans með því að þreifa fyrir titring í hringbrjóskinu. Ég þreifa það núna, þannig ég held áfram. Ég tek hérna barkarennu, þræði henni yfir langa leiðarann, þangað til að 24 cirka bát á barkarennunni er við vari sjúklings. Tek langa leiðarann út, nota köfsprautuna til að fylla köffið að lofti og svo staðfesti ég legu barkarennunar með því að blása lofti í lungun. Bæði lungun lyftast upp, sem þýðir að barkaþræðingin hefur heppnast. Þá er ég búinn að staðfesta legu barkarennunar og þá get ég bara tekið til, tek belginn af, tek loftið úr köffinu og þá get ég tekið barkarennuna úr. Og þá er þetta komið. Algeng leið fyrir barkaþræðingu til að misheppnast er að fara ofur til vélinda í staðinn fyrir barkann og það sem gerist þá er að maginn blæs upp, eins og sjáum á hér. Önnur algeng leið fyrir barkaþræðingu til að misheppnast er ef að það er þrætt of langt og þá lyftist bara annað lunga þegar maður blæs.